Við hefjum þá fund að nýju. Haraldur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, þú langaði hérna fulltrúar og sérlista að bregðast við þeim tillögum sem var fram að komið meðferð þessa máls númer 7 í fundargerð skipulagsnefndar óverulega breytingu á aðalskipulagi hvað varðar það hverfi. Tillaga okkar eftirfarandi. Fulltrúar VAF og D-lista leggja til að farið verður í málið í samræmi við samþykkt skipulagsnefndar. Einnig beinir bæjarstjórn til tilmælum til skipulagsnefndar að funda með íbúum Kríkahverfis. Þegar afstaða skipulagsstofnunar liggur fyrir hvort óverulega breytingu á aðalskipulagi sé að ræða, með hún lögð fram í skipulagsnefnd. Þetta sem sagt tillagan. Síðan viljum við bóka eftirfarandi. Fulltrúar VAF og D-lista telja það vera til mikilla bóta bæði fyrir Kríkahverfi og miðbæ Mosfellsbæjar að opna þann möguleika að svæðin getur verið blönduð byggð íbúa verslun og þjónustu. Enda hefur svo hugmynd verið til umræðu nokkurn tíma og var meðal annars rædd í starfshóp uppbyggingu leiguíbúða í Mosfellsbæ. Málflutningur og ávirðingar íbúðahreyfingarinnar eru þess eðlis þær ekki svaraverðir. Þá liggja hér fyrir 3 tillögur og ég tel að tillaga Samfylkingarinnar að aðaltillaga Samfylkingarinnar gangi lengst og verði því borin upp fyrst og skal þetta máls. Já, ég óskar til fundarhlið og fá tillögu Sjálfstæðismanna og Vinstri grænna til að lesa hann. Það kom óskum fundarhlið og það orðið við fyrir beiðni. Og ég óska líka eftir einu afrit þá. Við hefjum þá fund að nýju og það enginn sem hefur óskað eftir að fækja til máls. Þannig að við göngum til afgreiðslu á þeim tillögum sem liggja fyrir og fyrst það tillaga Samfylkingar fulltrúanna Önnu Sigríðar og Óla Inga sem svohljóðandi. Bæjarstjórn leggur til að tillaga að breytingu aðalskipulagi samþykkt 395. fundar skipulagsnefndar varðandi miðsvæði 401 norðan Kríkahverfis verði meðhöndluð eins og meiri háttar breytingu sé að ræða. Þeir sem samþykkja það gjörðu svo gjafmerki. Takk fyrir og á móti. Tillagan felld með 6 atkvæðum gegn 3. Þá ber ég upp varatillögu þeirra sem gengur út á það að tillögunni verði vísað aftur til skipulagsnefndar áður en ég ber þetta upp. Annars við beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla að draga tilbaka varatillöguna okkar að vísa málinu til skipulagsnefndar aftur þar sem að það liggur fyrir betri tillaga heldur en sú tillaga, þannig við drögum hann tilbaka. Nú, þá liggur það fyrir og tillagan því ekki borinu þar sem hún hefur verið dregin tilbaka og þá ber ég upp tillögu fulltrúa VAF og D-lista sem svohljóðandi. Fulltrúar VAF og D-lista leggja til að farið verði með málið í samræmi við samþykkt skipulagsnefndar. Einnig beinir bæjarstjórn þeim tilmælum til skipulagsnefndar að funda með íbúum Kríkahverfis. Þegar afstaða skipulagsstofnunar liggur fyrir hvort óverulega breytingu á aðalskipulagi sé að ræða, mun hún lögð fram í skipulagsnefnd. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gjörðu svo gjafmerki. Takk fyrir og á móti. Hún samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Nú síðan færast þær bókanir sem voru kynntar hér til bókar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Undir fundargerðinni eða undir þessu máli? Undir þessu máli þannig að ég lít svo á að 7. mál í fundargerð skipulagsnefndar sé afgreitt, þannig að ég gef orðið laust fundargerð skipulagsnefndar að öðru leyti. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætlaði að taka til máls. Þetta er alveg spurning hvernig nenni ég þegar ég er svona á fundinum.
En varðandi lið númer 8 og númer 9 í fundargerð skipulagsnefndar. Og þetta eru mál sem að ég hygg að bæjarfulltrúar þekki ágætlega til. Fyrst vil ég bara nefna varðandi lið númer 8 sem það Leirvogstunga breyting á deiliskipulagi, stækkun til austurs. Og þetta tillaga sem hefur verið til umfjöllunar hér áður á vettvangi skipulagsnefndar og bæjarstjórnar. Og hér sem sagt bara búið að samþykkja þessa tillögu inn í auglýsingu. En þetta felur í sér að það bætist við ein gata efst í Leirvogstungunni. En við bókum jafnframt þarna að við myndum boða til kynningafundar með íbúum hverfisins á auglýsingatíma tillögunnar. Og vænti ég þess að það verði fundið tími í það nú mjög fljótlega. Mér langaði líka að taka til máls undir lið númer 9. Forseti, viltu að ég haldi áfram? Já. Það varðandi golfvöllurinn, breyting á deiliskipulagi. Út af við fjöllum nú ágætlega það mál hér síðast og þá voru 2 mál sem voru til umræðu. Ég vil bara skýra það þannig að öllum sé það ljóst hvað verið að auglýsa hérna núna. Þá það bæði færsla á byggingareiknum eins og komin áður sem sérstök deiliskipulagstillaga og við höfum telt inn í þá tillöguna að bílastæðum undir golfvöllinn. Ég fór aðeins yfir þetta hérna síðast. Þetta var svona freka flókið að hafa þetta í 2 útum en það var tilkomið vegna þess að það var langt síðan samþykkt var deiliskipulag fyrir golfvöllinn og golfskálan sem slíkan eða íþróttamiðstöðin okkar það. En nú var við óskað eftir breytingum og þá fannst okkur eðlilega að taka það saman. Þannig ég ætlaði bara að hnykkja því að þarna þá komin færsla á byggingareiknum fyrir íþróttamiðstöðin okkar og bílastæðin sjálf fyrir hana allt á einu skipulagi og þarna gert ráð fyrir þá aðkomuvegi eins og gert hafi verið ráð fyrir í lýsingunni sem við fórum í gegn hérna í vor, á vormánum. Þó að hún sé ekki kannski fest beint í skipulega þá hún sýnd þarna með á uppdrættinu sem svona bráðabirgðar aðkoma. Og eins og við fórum yfir í skipulagsnefnd og ég held að við höfum líka rætt aðeins hérna síðast að þá er þetta svæði að öðru leyti ekki fullt skipulagt. Það er sem sagt gert ráð fyrir íbúabyggð þarna á Blikastaðalandinu öllu og þarna bæði uppi þá Þrastarhöfða og upp við Golfskálann og út eftir öllu Blikastaðalandinu en það hefur ekki verið deiliskipulagt ennþá og þess vegna finnst okkur ekki ástæða til þess að fara og skapa svolítið umræðu í nefndinu græn svæði og annað þess áttar. Ég held að það sé mikilvægt að horfa á stóru myndina þegar kemur að því að skipuleggja það svæði og líta þá á heildina hvað það varðar. En þannig við þá bara fara af stað með þessi mál sem núna liggur á og setjum þetta saman í eitt og ég held að þetta ætti að vera skýrara bæði hér fyrir bæjarfulltrúa og íbúa sem kunna hafa áhuga á þessari auglýsingu. Fleiri var ekki það. Fleiri sem óskar þetta að taka til máls? Sigrún Björnsson. Já, þetta er forseti. Bryndís, hún myndist hérna á að það er náttúrulega ekki búið að deiliskipuleggja þetta svæði hérna í kringum golfvöllinn. Eina tillögunum sem að fulltrúi íbúahreyfingarinnar í skipulagsnefnd hefur verið að leggja til að samnýta þetta bílastæði með skólanum sem verið að byggja hérna á sama svæði. Ég myndi gjarna vilja heyra álit Bryndísar á því eða hvort að það er eitthvað sem kemur til greina. Síðan talaður að það væri ekkert byrjað á að deiliskipuleggja hérna. Ég hef heyrt frá íbúum hérna á svæðinu að það sé nú reyndar mjög mikið verið að huga skipulagi hérna á þessu svæði og hef reyndar heyrt það líka og fékk bréfum þess efnis að það stæði til að rífa Blikastaði og jafnvel einhvern hluta Blikastöð. Og þetta eru þá náttúrulega einhverja tillögur að búið að segja upp öllum íbúum á Blikastöð og af því að Bryndís minntist á þetta skipulag þá langar mig að spyrja hvað er í gangi? Er verið að skipuleggja þetta eða hvað? Hvað er í gangi? Bryndís, skal þú höfst?
Já, forseti, fyrst á spurt varðandi hugmyndir sem hafa verið ræddar í nefndinni, hvort það væri að samnýta bílastæði eitthvað á svæðinu, og því til að svara mín skoðun svo að það er alltaf mjög gott ef að það er hægt og þegar það liggur þannig við að það sé möguleika því. Þarna erum við að fjalla sem sagt golfvöllinn, íþróttamiðstöðina og bílastæði fyrir íþróttamiðstöðina, það er golfvöllinn sérstaklega. En við höfum líka rætt það mjög mikið í nefndinni að þetta er náttúrulega frábært útivistarsvæði, Blikastaðanesið. Þarna eru gönguleiðir og skokkleiðir og hjólreiðarleiðir og maður hefur svona ákveðna framtíðarsýn í því að það eru fleiri en bara golfara sem muni nota þetta bílastæði og þessa aðstöðu þarna og við höfum heyrt það á forsvarsmönnum golfklúbbsins að þeir eru mjög áhugasamir um það að opna þetta svæði sitt upp og fá inn fleiri heldur en eingöngu þá sem eru að spila golf. Hvort að það geti nýst bílastæði með skólanum þá Sigrún væntanlega að vísa í Hæðahöfða eins og hann er núna. Ég geri alveg ráð fyrir því að þegar mikið álag er á golfvellinum, einhver stærðar en á móti en þess aftur, þá munu bílastæði í hverfinu vera nýtt. Og þá eðlilegt að horfa til skólahúsnæði sem væri þannig eitthvað fyrir ofan. En það er engu að síður algjörlega þörf á þessum bílastæðum þarna á þessum stað og forsvarsmenn golfklúbbsins hafa fært góð og gild rök fyrir því en það er þarna bara íþróttamiðstöð að ræða og flestir sem þangað koma á bifreiðum og þurfa því að geta lagt inn þarna í námunda við golfvöllinn. Ég veit, það eru upplýsingar fyrir mér ef að verið að fara að rífa Blikastaði og þá væntanlega verið að fjalla eflaust gamla bæinn eða útihúsin gömlu þar eða eitthvað þess aftar. Ég hef ekki nýtt af því, en þau eru auðvitað barnsins tíma og ég veit að það hefur verið eitthvað í leigu þarna og eitthvað verið notað undir einhvers konar atvinnustarfsemi og við ekki mikinn fögnuð margra, veit ég. En það er til rammaskipulag af svæðinu sem var unnið á sínum tíma og eins og aðalskipulagið segir þá á þarna vera íbúabyggð. En landið er ekki í eigu bæjarins, það er í eigu einkaaðila og ég held að það sé engin ástæða fyrir okkur hér hjá Mosfellsbæ að fara að huga að deiliskipulagi á þessu landi strax. Við höfum nú þegar hverfi sem eru í uppbyggingu og það er töluvert til á lóðum, þannig ég held að við eigum að horfa á það að klára það og svo er það einhver framtíðarsýn og framtíðarmúsík að fara í það að deiliskipuleggja Blikastaðalandið og þá þarf auðvitað að gera það í samstarfi við þá sem að það land eiga og það þarf að ná einhverju eðlilegu samkomulagi það við þá landeigendur. Þannig að það er það sem ég veit um það, þannig að einhver skipulagsmál á svæðinu sem einhver íbúar, ég veit ekki hvað er verið að fjalla það og ég held að það sé þá einhver misskilningur á ferðinu, hvort að einhverju sem eiga þarna hús ætla að rífa, það getur vel verið, en það held ég að það komi almennt ekki inn til skipulagsnefndar sko ef að svo er, en einhver stærri skipulagsmál eru ekki í vinnslu á þessu svæði fyrir utan eða frá talið þetta sem við höfum verið að fjalla hér. Það er bara viðbóta þessu hvað var Blikastaðalandið og til upprýfinnar og eins og bæjarfulltrúum er vantanlega kunnugt að þá var gengið frá samkomulagi við eiganda Blikastaðalands, það er Arion-banka, í vor ákveðna nýtingu á hluta landsins, annars vegar fyrir bílastæði og hins vegar fyrir skólalóð. Jafnframt í því var ákveðið eða samþykkt að hefja viðræður við Arion-banka eða Mosfellsbær og Arion-banka hefja viðræður ekki skipulag landsins, heldur gerð samnings hvernig uppbyggingunni skuli staðið. Og þetta þarf að gerast í þessari röð. Fyrst þarf að gera samning og svo getur maður farið að skipuleggja á grundvelli samningsins. Það er mjög mikilvægt og ég hafa farið ágætlega yfir það þegar það mál var hér til afgreiðslu. Til upplýsingar þá hafa engar viðræður ennþá átt sér stað við Arion-banka og Arion-banki hefur ekki óskað eftir þeim á grundvelli þessa samkomulags. Þannig að það er enginn frá bænum að ræða við einn neitt á þessu landi. En já, og í svona málum er tíminn mjög afstæður. Þannig að þegar ekkert er í sjónmáli í augnablikinu, það getur verið að Arion-banki segi hó í næstu viku eða þar næstu. Þetta er svona, við vitum ekkert um það. En fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef ekki, þá ber ég fundargerð skipulagsnefndar upp
að öllu leyti utan 7. mál sem var þegar afgreitt. Þeir sem að staðfesta fundargerð skipulagsnefndar gjörðu svo ekki á merki. Takk fyrir. Hún samþykkt og staðfest með 9 atkvæðum. Því næst tökum við fyrir fundargerð 163. fundar umhverfisnefndar sem var haldinn 3. september. Orðið laust fundargerðina. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vakti hér áður athygli á því að það eru þarna öll mál til kynningar í umhverfisnefndinni. Ég þeirra skoðunar að við eigum að hafa mjög líflegar og innihaldsríkar umræður í öllum nefndum. Við vitum hvernig það er. Þegar mál koma til kynningar þá eru þau svolítið meðhandlið þannig eins og þau skipta í rauninni engu máli og vil endilega hvetja til þess að umhverfisnefnd fái framvegis mál til umfjöllunar, ekki bara til kynningar í nefndinni. Mér langar sérstaklega að ræða lið í fundargerðinni númer 5, eyðing ágengra plöntutegunda. Þarna lögð fram skýrsla Landgræðslu ríkisins útbreiðslu alaskalúpínu og skógarkerfils í Mosfellsbæ 2015. Ég lagði fram þessa tillögu að farið væri þessa vinnu í skipulagsnefnd árið 2011 eða 12 og hún var rædd á hverju ári. Þessi tillaga að ráðast í þessa kortlagningu á þessu illgresi og við langar bara að fagna því að búið sé að gera þessa skýrslu en mér langar að hvetja til þess að það fari fram innihaldsrík umræða frekari aðgerðir í þessu máli og að það mál verði tekið á dagskrá umhverfisnefndar. Við hentugleik. Haraldur, hvað svör? Já, forseti. Ég veit ekki, mér finnst einhvern veginn að það sé nú kannski ekki borið nægilega virðing fyrir því. Skoðstu með þessa ræðu hvað þessi ágæta nefnd og nefndarmenn í þessari ágætu umhverfisnefnd að gera. Það voru hér til umfjöllunar 10 mál, fundurinn stóð yfir í 2 klukkutíma. Hún gerur ráð fyrir því þótt ég hafi gerið viðstaddur fundinn að það hefði verið rætt ýmislegt á þessum 2 tímum. Og ég myndi minnst ekki sjálfur leyfa mér að fullyrða það að það hafi ekki verið innihaldsrík umræða. Hér töluvert af verkefnum sem að verið að fjalla hafi verið unnin annar staðar eða hafi verið í umfjöllun hér og eru komin til framkvæmda. Nefnir sem dæmi erindi Skógræktarfélagsins samstarf vegna Meltúnsreit sem hafði áður verið til umfjöllunar í umhverfisnefnd. Svo umhverfisnefnd lýsti sig fylgjandi því að opna hennan, fara í samstarf opnun þessa ágæta reits. Hér síðan verið að útleggja það og upplýsa nefndinum hvernig það endaði. Þar er nefndin búin að koma mjög vel að málum, sama á við eyðingu ágengra plöntutegunda, þrátt fyrir einhverjar hugmyndir að það sé ekki nógu innihaldsríkt og þá hefur það nú minnst verið rætt á ansi mörgum fundum nefndarinnar. Og síðan hérna ýmis mál sem með einum öðrum hætti hafa verið til umfjöllunar hjá nefndinni. Hér eru lagðar fram niðurstöður eða hvernig menn bregðast við viðkomandi máli og það ljóst að nefndarmenn, að nefndin hefur verið
ánægð eða hrifin eða sammála þeirri málsmeðferð sem kemur fram í þeim atriðum og málum. Þannig að ef að nefndin hefði haft einhverja aðra skoðanir eða vilja koma einhverja aðra á framfæri þá taka einhverja aðra ákvarðanir að leggja eitthvað annað til, þá gerir hún það í sínum fundargerðum. Mér finnst einhvern veginn að við verðum að þetta svona einhvern veginn tvist og bast stundum það haft orðið hér í þessum ræðustól að eins og hér var í málunum hér á undan að það sé ekki mál nógu oft kynnt og nógu oft rædd, heldur bara teknar einhver ákvarðanir og svo næstu fundargerð eftir er það athugasemdir við það að málið séu kynnt og það séu kannski einhver umfjöllun. Það er greinilega erfitt að stíga eða fara þennan fullna meðalveg í þessu. Ég get ekki ítrekað það. Mér finnst verið að gera náttúrulega lítið úr starfi nefndarinnar og nefndarmönnum. Maður fullir á það að það fari ekki fram innihaldsrík umræða á þessari nefnd. Þetta eru mjög langir fundir og mikið rætt. Ef ég hef ekki setið á þá hef ég fylgst með hvernig þeir fara fram. Theodór, gjör svo vel. Já, varðandi þessa, langar að fjalla aðeins erindi 5-6 og bara kannski í þeim tilgangi að ég veit nú ekki alveg, mér finnst þessi bæklingur ofanvatn sérlega fyrir okkur sem fórum hvernig við förum með vatninu okkar og hvernig það var hreinsað og ganga frá því. Mér finnst það mér var bara að fagna þessum bækling sem var komin, þetta er kynntum við. Það var fróðlegur drift hérna í hús og hafa rakningil á netinu. Mér finnst þetta frábært samtak og bara minnur okkur á það sem við erum að drífa bíla eða hvernig við göngum vatni sem að fer svo aftur til sjávar eða í gegnum okkar hreinslustöðvar eða hvað það er. Þannig að maður upplifir þegar maður fær upplýsingar hvernig maður á að umgangast þetta vatn og þann úrgang sem frá því kemur. Hvernig maður heldur að fara á bensínstöðvarnir til að fá bílinn sem frekar en heima á sér planið þar sem þetta fer beint svo til í átnar okkar eða í sjóinn og drifið. Þannig að mér langar að fagna því. Ég ætla ekki að hafa skoðan öðru. Takk. Anna Sigríður, gjör svo vel. Forseti, fyrst að segja bara almennt áður í tala um þessi það kom upp undir að varðandi skýrslunum eyðingu ágengna plantna, það er bara mjög mikið fagnaðarefni að þessi skýrsla skuli vera komin og þetta er dæmi að að nefndarmaður í umhverfisnefnd lagði til vissa vinnu, Sigrún núverandi bæjarfulltrúi íbúahreyfingarinnar lagði þetta til þegar hún sat í nefndinni fyrir Samfylkinguna á síðasta kjörtímabili. Nú er þessi skýrsla komin og það er bara frábært. Nefndin felur umhverfissvið að vinna áfram á málunni í samræðu við formann og varaformann umhverfisnefndar og ég skil það þannig að nefndin ætla að vera áfram með þetta í höndunum, þessa skýrslu og hvernig verður unnið áfram með hana. Þannig alveg skildi ég, eins og þetta var kynnt fyrir mér, fulltrúar Samfylkingar í umhverfisnefnd. Þar sem að ég reyndar heyri ofta að fara fram mjög góðar umræður og allra fulltrúar sem það er raunin, sem er náttúrulega fulltrúar allra frambúðana sem sita hér við borðið. En auðvitað kannski má alltaf fólk vera duglegra að koma fram með eitthvað mál, ég veit það ekki. En af því sem ég ætlaði að koma upp, það er fræðsluefni til íbúa vegna ofanmats sem er bæklingur sem var kynntur fyrir okkur inn í bæjarráðið í sumar þegar bæjarstjórn var í sumarfríi og auðvitað er þetta bara stuttur bækling, það er ekki verið að fara út í einhver smáatriði í þessum bækling, heldur þetta svona almennar ábendingar til bæjarbúa og þetta er bara mjög frábært framtak og þá langar mér bara til þess að nefna sem kom upp á fundi hjá okkur í Samfylkingunum um undirbúa þennan bæjarstjórnarfund að þessum bæklingi verði dreift með fjölnota burðarpokan. Þetta er svona, þó þetta sé ekki sama, þá er þetta svona skild
umhverfismál. Þannig ég er bara búin að varpa því fram hér ef einhver myndi vilja hlusta. Og svo ekki meira. Já, ég ætla að gefa sjálfum mér orðið. Og það er þá bara ein eða tvennt. Það er í fyrsta lagi 7. mál að það er synd og skömm að ég skuli ekki muna þá vísu sem að fjall eða var sett fram á bæjarráðsfundinum vegna umræðina þennan bækling ofanvatn og þá umræðu. Þannig að ef einhver er með hana þá held ég að það væri ástæða til þess að fá hana fram svo að aðrir megi njóta. En þannig að það gerist líka eitthvað skemmtilegt á fundunum hjá okkur. Munum það. Og en annað, svo er ég að víkja að 5. máli og þar finnst mér alltaf afar sérstakt, búandi í stærstu eyðimörk Evrópu, að yfirsögn á máli skuli vera eyðing gróðurs. Ég held að það hljóta að vera hægt að nálgast þetta með öðrum hætti, að við erum að tala um gróðurskipti eða eitthvað á þá lið, en að við viljum fara í gróðureyðingu. Það hljómar allan í mínum eyrum ekki skemmtilega og nálgunin ætti að vera á önnur. Annað ætla ég ekki að hafa um það að segja. En fleiri sem óska eftir að þetta máls umhverfisnefndina hafa, já, Bryndís og svo Sigrún. Ég var fyrir löngu búin Varstu löngu fyrir ekki? Sigrún, fyrir ekki að... Ég vitna því, hún var Já, fyrir ekki að... Og svo upptekinn að sjálfur þetta í búttinu. Gaman að vera hlutastjóri. Já, ágæti forseti, ég verð nú alltaf undrandi þegar að háttvirtur bæjarstjóri tekur til máls hér í ræðupúlti eða oddviti D-lista reyndar. Útúrsnúningarnir eru með þeim hætti að manni svelgist eiginlega á og maður bara spyr sig hvað býr að baki svona útúrsnúningum sem að Haraldur Sverrisson leiðir sér hérna áðan. Ég sagði ekki að það hefði ekki farið fram góð umræða þessi mál í nefndinni. Ég sagði það ekki, Haraldur. Og ég bara skora á því að hlusta aftur á upptökuna svo að þú fáir þetta nú að hreint. En mér langar eiginlega bara að frábiðja mér áframhaldandi útúrsnúninga á mínu málflutningi. Og síðan er það bara einfaldlega mikilvægt til þess að mál fái eitthvað vægi að þau sé ekki bara lögð fram til kynningar í nefndunum. Það má líka leggja fram mál til umræðu og það ætti að gera það, leggja mál fram til umræðu. Það skiptir máli hvernig mál eru meðhöndluð ef að þau bara koma inn í nefndir til kynningar þá fá þau minna vægi heldur en þau mál sem eru sett inn í nefndirnar til umræðu. Bryndís Kjörsson. Forseti, ég ætla nú að reyna að halda ekki áfram með leikhús fáránleikans. En ég held að það sé bara einhver misskilningur eða mistúlkun á því. Ég get ekki séð það ef að mál eru lögð fram í viðkomandi nefndum, þá eru þau til umræðu. Þá getur fólk bókað afstöðu sína til viðkomandi máls. Það getur komið einhverja tillögu í kjölfar einhverja ákveðna meðferð á málinu. En málið er þarna til umræðu og það er mjög algengt að þessi bóka það er lagt fram. Ef það er ekki einhver önnur tillaga og fólk hefur fyrst og fremst verið að kynna sér efnið og ræða það með einhverjum hætti. Þannig að ég held að það sé ekki sanngjarnt að leggja það mat á að fari málin inn í nefndirnar og séu þar lögð fram að þau séu ekki að hljóta góða og gilda umræðu. Ég ætla að líta ekki svo á. En ég ætla nú reyndar ekkert að taka til máls undir þessum lið og segi varandi eyðingu ágengra plöntutegunda, ég hef ekkert sérstaklega skoðun á því ágæta máli, öðru sem ég finnst reyndar bara lúpína mjög fallegt blóm. En ég veit að það er mér ekki allir sammála um það.
Ég ætlaði að taka til máls hérna undir fyrri málum í fundargerð umhverfisnefndar, annars vegar hjólreiða áætlun eða kannski meira samstarfsverkefni hjólaborgina Reykjavík sem hluti af þessi Reykjavík Loves og við höfum fengið ákveðis kynningu á því verkefni og ég vil bara lýsa ánægju minni með þetta og mér finnst mjög gaman að sjá hvernig Mosfellsbær kynntur þarna í þessu kynningarefni og hvað við erum svona country cycle hringurinn og skemmtilegt að markaðssetja okkur með þeim hætti. Og ég held að í þessu felist tækifæri fyrir Mosfellsbæ og tækifæri fyrir atvinnurekendur hérna í bænum að ýta undir þessa ímynd og svona ferðamennsku. En svo langaði mér líka að koma inn á Evrópsku samgönguvikuna sem að fjalla var og kynnt á fundinum í umhverfisnefndinni og hvetja okkur öll til að vera þátttakendur í þeirri viku og bíllausi dagurinn verður þriðjudaginn 22. september og þá allir hvattir til þess að skilja bílinn eftir heima og taka strætó og strætó hefur ákveðið að gefa frítt í strætó á þeim degi þannig að ég vil hvetja okkur öll til að taka þátt í þessari fínu dagskrá sem að unnin hefur verið innan Mosfellsbæjar og ekki síst að skilja bílinn eftir heima þannig þriðjudaginn 22. september. Ég kann gefa sjálfur mér orðið hér aftur. Í ljósi þeirrar umræðu sem hefur verið hvað fari fram á fundum og hvernig niðurstöður mála eru bókaðar. Og ég hef ætlað að beina því til Sigurðar lögmanns okkar að hann skoði orðalag bókana og fari yfir það með þeim sem annast fundaritun. Ef við tökum hér bara eins og 7. mál. Það stendur drög að upplýsingarriti vegna ofanvatnsmála lagt fram til kynningar. Umhverfisnefnd fagnar gerð kynningarefnisins og hvetur til þess að riti verði gefið út í bæklingsformi og dreift á heimili bæjarins. Ef að þetta hefði verið bókað drög að upplýsingarriti vegna ofanvatnsmála kynnt en ekki lagt fram til kynningar. Og síðan kemur þarna að skýr afstaða nefndarinnar og hún vill að þetta verði gefið út og dreift inn á öll heimili bæjarins. Ég held að þetta sé svolítið spurning orðalag í þessum málum og það skýrt þarna að afstaða nefndarinnar kemur skýrt fram og þannig að ég held að svona í ljósi þessar umræðu sem hefur verið hérna þetta að það verði bara skoða hvernig orðalag bókana og óska eftir því sem sagt að það verði tekið til skoðunar hér innanhúss og farið yfir það. En annars síður því þessu. Forseti, bara örstutt, rifjast upp fyrir mig þegar bæjarfulltrúi Bryndís kom hér í pontu og var að ræða Evrópsku samgönguvikuna og strætó ætlar að vera svo ljúfur og öllum útjöfis í strætó en þetta sem frábært. Mér finnst ég að hafa lesið einhvers staðar að maður geti fengið strætó með bókasafninu. Þá vil ég bara benda á það að bókasafninu opnar ekki áður ég mæti til vinnu á mótni. En búið að opna hér, ég leggast að 7:30 á mótnana sko. Ég held að þurfa að huga því að það verði daginn áður deilt út þessum miðum, skiljiði. Þannig að fólk eigi auðvelt með að ná í það við þessi árrusulu sem förum í önnur bæjarfélög í vinnu. Takk. Sigrún. Ágæti forseti, ástæðan fyrir því að ég tók þetta mál fyrir með kynningarnar svo að þetta var til umræðu þarna á fundinu umhverfisnefndar að þetta væri bagalegt að mál kæmi bara til kynningar. Ástæðan fyrir því að ég tek þetta upp líka svo að ég lenti í því hvað ofan í á síðasta kjörtímabili að mér var sagt að ég ætti ekki að vera að tjá mig mál í nefndinni, í umhverfisnefndinni sem voru bara til kynningar. Og þetta meðal annars eina ástæðan fyrir því að ég bað bæjarlögmann að taka saman þetta minnisblað. Þannig að þetta sé nú allt hérna í samhengi. Haraldur Sværi.
Við komum bara hérna upp til að tilkynna það að ég sé alls enga ástæðu til að svara ávinningum bæjarfulltrúa Sigrúnar Pálsdóttur Inga. Bryndís Björnsson. Já, forseti, bara bregðast við því sem bæjarfulltrúa Anna Sigríður kom inn á, hún sá einhvers stað skrifa þetta með strætómiðan og bókasafnið og það er rétt, það var í þessari dagskrá sem lá þarna undir þessu lið í fundargerð umhverfisnefndar. Til að svara að þetta var tillaga umhverfisstjóra, hvernig Mosfellsbær gæti með einhver móti tekið þátt í þessu og var þá að reyna ýta undir það að Mosfellingar tækju strætó. Þetta var áður en strætó tók þá ákvörðun að gefa frítt í strætó þennan ákveðna dag. Þannig að Mosfellingar þurfa ekkert að hafa ágjörð af því að koma hér deginum áður til að fá strætó með eitthvað slíkt, heldur geta þeir bara gengið upp í strætisvagnin. Hafa þeir ekki keypt sér kort, ég reyndar bæjarfulltrúa til að vera búin að kaupa sér áskort í strætó. Þannig að þá þurfa þeir ekki að hafa ágjörð af einunni neinu og eða miða og þá geta þeir nýtt sér strætó sem þennan ágæta dag bíllausa daginn og skilja bílinn eftir heima. Theodór Björnsson. Já, þegar minnst var á ágæta umræða okkar munin á, og það er kannski fræðandi líka fyrir okkur öllum vita að þekkja munin á annars var ofavatni og rigningavatni. Þá fekk ég senda frá Bjarka Bjarnarsinni þess að kemur upp og þú forseti myndist á þessa vísu sem hann sendi mér. Hún er svona: veistu hvað ofavatn er sem vellur göturnar hér? Það kemur ofan, það kemur að neðan, að lokum í varmán og fer. Þetta fjallar í sjálfsögum það að okkur ber að passa, rigningavatni sjálft, það bara fer niður og bara eins og það gert í árþúsundin. En ofavatn hins vegar ferðast þökin okkar, göturnar okkar og svona og safna skít og viðbjóði og við þurfum að þrífa það áðan þau meðal hans í varmán okkar. Þannig að hann til skemmtunar sendi okkur þetta svona í þessu formu. Og ég les hann aftur kannski? Nei, þetta er á upptökum. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef ekki, þá er umræðan lokið. Þeir sem að staðfesta fundargerðina ekki og svo ekki að merki. Hún er staðfest með 8 atkvæðum. Þá er komið að 51. fundi þróunar- og ferðamálanefndar sem haldinn var 2. september. Viljið þið gera þetta í einhver annarri röð? Já. Viljið þið fá endilega íþróttatónlistarnefndina undan? Þá verður það að passa upp á mig að ég mun eftir hinni fundargerðina eftir. Það er samt komið óskum að við tökum fyrst fyrir fundargerð 191. fundar íþrótt- og tónlistarnefndar sem haldið var 3. september. Orðið er laust þá ágætu fundargerð. Bryndís Björnsson. Forseti, ég kem hér upp undir lið nr. 1 í fundargerð íþrótta- og tónlistarnefndar sem heitir fjölskyldutímar. Mér langaði bara að vekja athygli á þessu og fagna þessu mjög. Við höfum svo sem verið með þetta áður. Íþrótta- og tónlistarnefnd hefur fjallað um þetta mál áður en þetta gengur sem sagt út á það að það séu opnir tímar í íþróttahúsunum þar sem að fjölskyldur geti mætt með börnin sín og leikið sér í íþróttahúsinu og undir einhverju leiðsögn og í svona frjálsum leikjum. Ég fagna þessu mjög. Ég held að þetta sé algjörlega í takt við okkar stefnu hér sem heilsueflandi samfélag og aukna svona lýðheilsu. Og ég reyndar sagði það þegar við vorum að ræða þetta á okkar fundi að ég held að við ættum jafnvel að ganga ennþá lengra og hvetja íbúa enn frekar til að nýta sér þessi mannvirki og ég velti það fyrir mér eins og íþróttavellinum okkar. Hann er auðvitað opinn og fólk getur hlaupið þarna á brautinni eða nýtt sér það en ég er ekki viss um að íbúar almennt átti sig á því. Og við eigum auðvitað að vera duglega að hvetja íbúa við að hreyfa sig og auðvitað nýta þessa innviði sem við höfum fjárfest í og það eru auðvitað gríðarlegir fjármunir sem liggja í íþróttahúsunum okkar. Og börnin okkar nota þetta jú í leikfimi í skólanum og svo þau börn sem eru í íþróttum á vegum afturrætingar. En annars hugsa ég svona almenn íbúi komi kannski ekki oft inn í íþróttahúsið okkar og þarna er tækifæri og ég held að það sé bara mjög jákvætt og ég fagna mjög þessu framtaki hjá íþrótta- og tónlistarnefnd. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef ekki, þá er umræðan lokið. Þessi staðfesta fundargerðina ekki og svo ekki að merki. Takk fyrir, hún er staðfest með 8 atkvæðum. Þá förum við og finnum fundargerð 51. fundar þróunar- og ferðamálanefndar sem haldinn var 2. september. Orðið er laust þá fundargerð.
Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðum lokið. Þeir sem staðfesta fundargerðina kjósa að gefa merki. Takk fyrir. Hún staðfest með 8 atkvæðum. Þá tökum við fyrir fundargerð 271. fundar, afgreiðslufundar byggingafulltrúa sem haldið var 27. ágúst. Orðið laust þá fundargerð. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðum lokið og hún lögð fram. Það næst á dagskrá þá fundargerð 10. eigandafundar Strætó sem haldið var 31. ágúst. Orðið laust þá fundargerð. Ef enginn kveður sér hljóðs, þá umræðum lokið og hún lögð fram. Þá það fundargerð samstarfsnefndar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins sem haldið var 1. september. Orðið laust þá fundargerð, Kolbrún gjör svo vel. Forseti, við langar bara að segja frá því að hér eitthvað svona skemmtileg umræða að skíðasvæðin og Bláfjöll og Skálafjöll eru standa vel undir sér. Það aukinn fjöldi gesta í fjöllin og mikill hugur í stjórninu áframhaldandi uppbyggingu á svæðinu. Það verið mjög snjóþungir vetur sem hafa verið til þess að það hefur verið lengur og oftar opið heldur en áætlanir gerir ráð fyrir. Þannig að við erum svona dálítið keik og brött stjórnin sem við ætlum okkur að gera vel í vetur og vonandi bara við Guðum verið með okkur og snjórinn haldist í fjöllunum. En það sem sagt afgangur af rekstri og svo það verið haldið þarna málinn og rekstur bara mjög góður. Þannig að við erum bara nokkuð brött og það mikill áhugi fyrir Skálafellinu. Við erum bara bréf til stjórnarinnar frá skíðadeild KR frekar uppbyggingu Skálafelli. Það bara mjög ánægjulegt og það svona draumurinn að einhverjir áhugamenn komi nú á sveif með okkur og vilji hefja okkur uppbyggingu þarna upp frá. Þannig að við erum mjög bjartsýn varðandi skíðasvæðin og þetta er gríðarlega gott og hollt fjölskyldusport og þannig að það er bjart yfir stjórn skíðasvæðina. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, svo ekki. Umræðum lokið, fundargerð lögð fram. Þá það fundargerð 418. fundar stjórnar SSH sem haldið var 24. ágúst. Orðið laust þá fundargerð. Nú enginn kveður sér hljóðs. Umræðum lokið, fundargerðin lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Ég þakka fundarsetum og segi fundi slitið.